Já, komið sæl. Það þá lokaatriðið í Rauðaborðinu í kvöld. Til mín kominn Víðir Sigurðsson, íþróttafréttamaður. Víðir, velkominn. Þakkar. Við höfum nú hist hérna áður. Já. Heyrðu, byrjum heima. Það í Íslandsmótinu, það hérna Víkingur KR, þetta var stórleikurinn. Og sigur Víkinga var aldrei hættu. Ég segi það kannski ekki, en eftir 2-0 reyndar, þá var nokkuð ljóst að þeir voru að sigla þessu heim, en KR-ingarnir spiluðu djart eins og þeir hafa gert og þeir létu þá hafa fyrir því allan tíman og Víkingarnir voru í svona, lentu bara oft í að vera í nöðvörn, bara að verjast, en gerðu það vel eins og annað í þeirra leik. Þeim líður ekkit illa að láta liðin sækja á sig og verjast í vel, vegna þess að þeir spila fantagóða varnarleik pluss allt annað. Þannig að þetta var svona, þeir refsuðu KR-ingunum grimmilega í þessi 2 skipti sem þeir skora og eru það sterkir að þeir KR-ingar mistu af dauðafærum eða góðum færum og svona sem Já, það er bara eins og fylgir í þessu og það var eiginlega þurfti þetta Víkingslið til að KR skoraði ekki í fyrsta sinn í 16 leikjum í röð í deildinni. Hugsaður. Sem er líka magnað, finnst mér líka að KR hafði aldrei skorað minna en 2 mörk í þessum 15 leikjum á undan. Það ekki einu sinni skorað 1 mark í leik. Síðan þeir mættu Víkingi síðast þetta í fyrra. Þá hefðu þeir skorað minnst 2 mörk í hverjum einasta leik, fyrir hanga til núna. Þetta er svona skák þjálfarana svolítið. Já. Sölvi Geir og Óskar. Já. Og það var nú ekkert gott á milli Óskars og fyrra þegar Óskar var með Breiðablik. Þannig að þetta var svona smá spenna og líka að KR-ingar fengu bara að standa á vörubrettum. Já, það voru alls konar svona liðardæmi kringu þennan leik og menn gáttu verið að svona argast hvort í annan og það er bara skemmtilegt, það fylgir þessu og það er bara myndast þarna rígur á milli sem er heilbrigður á flestu leiti og bara partur af þessu. En svo er þarna í skuggunum eftir, þar eru Framararnir. Já. Og þeir eiga leik við Víkinga næst. Fram Víkingur er í næstu umferð, næsta sunnudagskvöld og það verður svakalega áhugaverður leikur. Fram er búið að vinna 3 síðustu leiki 4-3 og þeir þurfa aðeins að passa upp á varnarleikin hjá sér þegar þeir fara að mæta Víkingum. Ég er bara svo miklu að trúa á Rúnari, hann gerir það. Já, þeir þurfa... Hann er búin að vera þessi ár sem hann er búin að vera með Framarana að svona byggja upp lið. Og nú er hann í 3. sæti og ef þeir vinna einu leik minni KR og ef þeir vinna þennan frestaða leik þá er eitthvað einu stíu upp fyrir KR. Þannig að þessi 3 lið Víkingar eru efstir, alveg pottþétt. Og svo er það KR fram. Það eru einu lið sem geta ógnað Víkingi. Það er klárt. Það er svo langt í Breiðableikur orðið 15 stigum eftir Víkingi. Það er alltaf mikill munur á þessum tíma og hjá þeim snýst þetta bara að koma sér í baráttunum með Evrópusæti. Á meðan Fram og KR eru í alveg úrvalsstöðu til að í það minnsta elta Víkingana. En það verður þannig. Og þess vegna er leikurinn fram Víkingur var þýðingar mikill. Já. Framhald að gera. Já. Ef eins og þetta núna, ef einhverjir gætu stoppa Víkingana, þá eru það Framarar. Já. Það verður Þú varst nú að skrifa það líka að Rúnar er aldeilis með reynslu. Já. Sem þjálfari, þú veist að það er ekki með 300 leiki. Það var 300. leikurinn hans sem þjálfari í efstu deild. Var hvaða leikur? Sem er magnað, já, núna síðasti leikur hjá móti Káa. Já. Og það eru bara í raun 2 sem að hafa stýrt liði í fleiri leikjum í deildinni. Það er Guðjón Þórðarsson vandalega? Nei, ég var náttúrulega svo mikið erlendis að hann er því ekki, Það er náttúrulega Heimir Guðjónsson er náttúrulega leikjahæstur. Og á eftir honum kemur Óli Jó, einu og sanni. Og svo eru þeir jafnir núna í 3. sætinu Rúnar og Logi Ólafsson. Og Logi Ólafsson. Þannig að Rúnar siglir fram úr Loga í næsta leik. Logi var bekkja bróður minn þegar ég var í barnaskóla Garðahrepps. Gamla Garðahreppi. En svo er það náttúrulega merkilegt að Heimir og Rúnar að þeir skuli vera bara barnasku. Spiliði saman á miðjunni og KR upp alla flokka. Litli og stóri eins og það var þá. Heimir var svo stóri eftir aldrei. Hann var langstæðstur af öllum. En þeir eru jafnaldrar og hafa fylgst að í fótboltanum bara í raun alla tíð. Og eru búin að vera síðan keppinautar sem þjálfara núna í mörg ár.
Heimir, þeir mætast ekki ár því að Heimir er í fyrstu deildinni með Fylki. En það hérna, sko, þeir fylgjast það svona, en svo það líka, byrju, hvað ætla ég að segja? Ég maður ekki. En sko, þessir, menn eins og segir, Heimir, hann látið fara frá FH, hann fer í Fylki. Mér finnst það flott hjá hann. Það er virkilega flott, sko. Já, það er bara... Það er alveg örugglega borð og hann fær að... Já, hann tekur við svona liðið sem hjá Fylki sem allir miklu vonbrigðum í fyrra, menn held að færi beint upp aftur eftir að hafa fallið. Já. Og nú er hann búinn að taka vel til þar og er með þá í toppbaráttunni í fyrstu deild og þeir eru alveg líklegir í þeirri baráttu, sko. Já. En hvernig finnst þér hérna þjálfaraskiptin hjá Stjörnunni? Þetta er náttúrulega svona... Vóði yfir var búið að vera eftir þetta slæma gengi Stjörnuna núna bara eftir að þeir byrjuðu að vinna fyrstu 2 leikina og svo bara fór allt í skrúfuna hjá þeim og svo það var greinilega kortið sem fylgdi mælinn, það var að tapa fyrir afturheldingu í bikarnum. Þar fór greinilega hjá þeim svona síðasti möguleikinn að Evrópusæti. Þannig að síðan tekur Jón Þór Hauksson við, hann þekkir nú þetta umhverfi allt saman. Búin að þjálfa mikið bæði á Akranesi og hjá Vestra. Og þeir eru 3-0 undir bara eftir 25 mínútur í fyrsta leiknum, þannig að það byrjaði ekkert sérstaklega vel, en svo mun það bara einhverjir innu leikinn því að leikurinn, þeir jafnaði þetta í 4-4 og voru nálægt í að vinna Blikana áður en að flauta var af, sko. Emil Atlason var í miklu stuði hérna. Já, Emil er náttúrulega einn albesti sendir í þessari deild. Hann hefur verið að ströggla alltaf svolítið með meiðsli þó að hafa haldið aftur á honum. En hann er svo beinskeittur og sterkur sendir. Hann er náttúrulega einn sá albesti í þessari deild og ef einhver á eftir að skjóta Stjörnunni eitthvað aftur upp deildina þá ára Emil ef hann helst til. Já, hann líkist svolítið pappa sínum svona. Já, það eru alveg stór mikill, þetta til sín taka. Það eru svona kannski öðruvísi leikmaður samt, sko, en samt það eru líkindi með þeim. Það eru algjörlega líkindi með þeim. En Atla muni ekkert að fara í spila sóknarhlutverk. Atli náttúrulega var svo mikið kameljón, hann spilaði allar stöður, sko, og það var sama hvort hann var á miðjunni eins og hann var framan af, senter eins og hann var þegar hann fór í svona fullt í sem var komið vel að vefi í atvinnumennskunni og svo alltaf þekktu hann sem svakalega varnarjærgsla á lokasprettinum. Þannig að það var alveg sama hvar á vellinum hann var. Já, þegar hann var í KR þá var ég svolítið að vinna þarna svona leikskrár og fleira. Þetta var flottur maður. Það fór vel í húsi. Hann gerði það. Ég vann með Atla eitt tímabil, fyrsta tímabilið hans í þjálfun hjá HK í Kópavogi og ég svona get alveg aðeins monta með því að ég dróði hann út í þjálfun þannig að fyrsta haustið eftir hann hætti að spila fékk ég hann til að koma yfir í Kópavog og taka við HK sem var þá nýkomið upp úr 3. efstu deild og hann leisti það virkilega vel, hann kenndi strákunum gífulega mikið þetta sumar sem hann var með og tók svo fram skóna sem hann ætlaði ekki að gera, spilaði seinni hlutana á mótinu og hjálpaði liðinu að halda sér í deildinni og hann var alveg stór skemmtilega karakter að vinna með, sko. Eftir hann lést hann áni, þá skrifaði Elisabeth Jökulsdóttir svona minningagrein eða hvað maður kalla það, að þá hafði sem sagt sennilega Emil og Jökull verið í sama aldursflokki og hún sagði að hann var svo sniður hann Atli, hann meiri þess að kendi með eitthvað rángstæðir. Já. Atli kendi mörgum margt sem voru í kringum hann. Já, en þetta er spennandi hérna heima núna, virkilega, og er líka í kvennabóltanum. Já, það er FH allt í hennu komið í efsta sætið. Með virkilega sterkt og skemmtilegt lið. Fóru fyrir Breiðablik núna í síðustu umferð og þær eru alveg til allsvísar það sem eftir en svo voru það óvænt svona frekar slegnar út úr bikarnum, komist ekki í undanúrslit og Breiðablik falli út líka, þannig að það eru áhugaverðir leikir eftir þar. Þróttararnir? Já, Þróttur er með hörkulið. Þetta er besta lið sem Þróttur hefur átt. Já, þær geta... Í efstu til, karlaliðinu hefur aldrei tekist það, Jú, þeim tókst það nú hérna á árum áður, sko, en þegar Palli Ólafs og félaga voru, 9. áratugnum, þá voru Þróttarnir helviti skemmtilegir. En það hefur verið erfiðar það með setni tíð en kvennaliðið er virkilega gott og búið að vera stabílt í topp 4-5 núna undanfærin 6-7 ár, sko, bara eftir að það er komið upp.
Þessi er svona erfiðasta spurningin í fótbolta er hvað annað merkilegt gerist 1966 en að Englendingar urðu heimsmeistarar? Hvað annað gerði merkilegt 66? Já, nú verður þú að segja mér það. Já, þá var Þróttur Reykjavíkurmeistari. Já, þú Já, þetta góða punktur maður. Já. Ég menn kantast nú þetta, eða gerðu þetta nú svo langt síðan ég var. Já. Heyrðu, en heimsmeistaramótið, hvað heldur að Íslandingar haldi mest með Englendingum? Ég held að Englands, bara þrátt fyrir allt sé enska landsliðið það vinsalasta á Íslandi. Já, ég hugsa að það sé þannig því að... Kannski að því að fólki þekkir flesta leikmenn. Já, það er eins og maður átt sagt að enski boltinn sé vinsalasta íþróttin á Íslandi og það er mikil sannleikur í því og þetta er náttúrulega, það eru flestir af þeim leikmennum sem við þekkjum og allt það en Englendingar hafa bara verið svo ótrúlega góðir í því að klúðra öllu á stórmótum. Já. Núna fara þeir bara betur af stað heldur ég mann eftir. Þessi leikur þeirra við Króata var bara hreint frábær. Já, og bara á báða bóa, 4-2 leikur sem að Króatarnir láguð þungt á þeim í stöðunni 3-2. Já, en ég fannst einhvern veginn aldrei hætta svona eftir að Englendingarnir myndi sigla þessu heim. Þeir voru svona líklega en samt það eru, ég set spurningamerki við vörnina og markvörsluna hjá þeim. Já. Jordan Pickford er nú ólíkinda tól en hann getur fengið á sig ódýr mörk og mér finnst hann ekki vera í þeim standard sko sem að Englendingarnir þyrftu að hafa eitthvað sko Courtois eða Donnarumma eða eitthvað slíkar markmann. Pickford er langt á eftir þeim. En hann hefur siglt vel í gegnum stórumót og hellingsir reynslu og allt það, þannig að kannski verður það allt í lagi. Vörnin getur verið orðið spurningamerki hjá þeim. En þú segir það var einmitt sko, hann er bara 1,83 og hæð, eitthvað þess? Já, hann er svona öðruvísi og er bara öðruvísi markmaðurinn en þessir, svona hinn er toppmarkmaðurinnir. En við sáum bara allins hvað Harry Kane er magnaður sóknarmaður og það kom bara vel í ljós hvað hann er góður í hlutum að draga sig aftur á völlin og koma með sendingar og mæta svo sjálfurinn í tegin og allt þetta. Hann er alveg einstakur nánast í sinni röði í heiminum í dag. Bara hvernig hann spilar sko. Já. Það er alveg rétt þegar maður tekur þetta í því að hann er kannski bara komin áttur á sko débóunum. Já, því hann er svo óbúslega klókur, hann á svo góðar sendingar fram völlin. Að þetta er svo bara sterkur þáttur í hans leik. Hann er ekki svona senter sem bara er inn í teig og býður sko. Nei, ekki þeim í gunn. Og það er ekki takt að setja á hann mann eða eitthvað þannig séð sko, því hann er bara út allt sko. Já, svo er hann náttúrulega, hann er markaskórar náttúrulega, bara lífans sannar það að hann er bara guðnáð. Þetta er alveg ótrúlega markheppin eða marksækin. Já, hann er ekki heppinn. Marksækin, ekki að segja það. Ég held það í hans tilvilli, hann er með ótrúlegt auga. Er eitthvað lið annað sem er komið þér óvart svona jákvætt? Það sem ég sá af fyrsta lið, ég sá fyrirháleikinn hjá Bandaríkjunum á móti Paragvæ. Mér finnst þeir stórskemmtilegir. Þeir komið mér óvart, þeir eru hraðir og kraftmiklir og það verður svona fróðlegt að sjá hvernig þeir halda áfram í mótinu. Svona þegar þeir fara að mæta sterkari liðum. En svo ég hafði framistæðan hjá Kongo á móti Portugal. Sko, ég sá hann. Þeir lenda undir eftir 6 mínútur og maður held að þetta er bara gönguferð í garðinum eins og englendingarnir segja. En það var svo langt frá því og undir loki þá voru það Portugalnir sem voru eiginlega að tefja leikinn en ekki Kongobúarnir sem voru að reyna að spila til sigurs. En reyndar í þeim leik þá kom svolítið, kemur Portugalum svolítið koll að þeir eru eiginlega manni færri allan leikinn. Cristiano Ronaldo er orðin 41 árs og það sést og ég botni ekki í því af hverju þeir halda honum inn á í 90 mínútur því Kongó-vörðin var gjörsamlega með hann í vasanum. Þú varst alltaf vona á einhverjum skyndilegum snöggum töfratilþrifum eða eitthvað en þau sást ekki þarna og ég hef heyrt þetta á portugalsku blaðamönnum bara undanfarin ára að menn er orðin pirraðir á því að hann skuli vera alltaf þarna í framlínunni hjá þeim því að þeir eigi betri sóknarmenn í dag. Já.
ég sá að skiltir eitthvað, 228 landslíki. Já, hann alltaf búin að slá öll met og eiga stórkostlega feril og verið bara reynd frábæri í ótrúlega langan tíma. En hann miðað við þennan leik og meira sem að séð af honum, hann bara, ég ætla ekki sami leikmaður og hann var. Það bara nokkuð augljóst. Hefur ekki eftir þetta á hætta? Nei, og þeir einhver hluta vegna halda þeir honum inn og hafa hann í byrjunarliðinu, hafa hann sem fyrirliða og láta hann spila 90 mínútur og samt gerir hann eins og þessulega gerði bókstaflega ekki neitt. Já, en er þetta bara eitthvað móralst? Jú, eflaust er þetta og eflaust er þetta einhverju leyti fjárhagslegs eðlis fyrir portugalska sambandi og þeir sjálfsagt takkir meiri tekjur á því að vera með hann í liðinu en ekki og eitthvað slíkt sko. En hinn stórstjarnan, Messi, hann er ekkert hættur sko. Nei, hann er á allt öðrum. Ég vakti til að sjá Argentínu og Alsír og sá ekki eftir því að hann er bara í ótrúlega formi ennþá, Lionel Messi. Hann skora náttúrulega öll mörkin og þetta er engin það er ekkert verið að færa honum þessi mörk á silfurfati, hann er að skora þarna 2 glæsilegum skotum og eitt er með bara sinni eðlislæg útsjónarsemi þegar að McAllister á skot sem varið, þá var hann bara mættur á staðinn og hýrður upp hrókastið og skorar. En veistu, hver er aldursmunurinn á þessum stórstöðnum? Það er 2 ár. Messi er 39 ára núna í ár og Ronaldo var 41 árs og það sjálfsögðu munar hellingum þessi 2 ár og það er ekkert sanngjarnt heldur Ronaldo vegna að vera að bera það saman núna. Það var náttúrulega, þetta voru alveg ótrúlega keppinautar bara í 10-15 ár, bara 2 bestu leikmenn heims. Í dag getum við ekki verið að bera það saman, það er ekkert sanngjarnt á neitt nátt því að Messi er bara í frábæru formi, ég sýndi það þarna. Við sváum þetta líka daginn þegar Ísland mætti Argentínu að í 70 mínútur bara stendur íslenska liðið í Argentínu bara í stöðun 1-0 og er alveg inn í leiknum. Svo kemur Messi inn á og 2 mínútur seinna er leikunum bara búinn. Hann reynilega bara komið allt aðra vitt í leikinu og svo spilar hann þarna eitthvað 80 mínútur þarna móti Alsír og skorar 3 mörk og jafnar marka með HM og allt þetta sko. Hann er til allsvís það sem eftir að segja keppni en eflaust þurfa þeir að reyna kvílan eins og þeir geta. Ég sé það nú alveg fyrir mér sko ef þeir verða komnir áfram eftir 2 leiki, þeir mæta Austurríki næst og ef þeir vinna þann leik þá er það Jórdaníu í 3. leik og þá geti nú trú að hann fengi nú bara góða kvíld og kem ekki til sögu í þeim leik sko. Já, verða náttúrulega að gera það. Já, þeir þurfa að passa rosalega vel upp á hann. Þeir lengur að ná sér eftir leikina. Þeir þurfa á því að halda ef þeir ætla að verja þeirra hinsveistaratitil og eða vera í baráttunum verðlaunarsætin, þá verða þeir að passa upp á að halda honum ferskum út mótið og það gæti verið ákveðin kunst. En eins og leikurinn hjá Portugal og Kongó, að það var, Ronaldo var engin greiði gerður með því að vera að inn á. Nei, þeir átt að, Martínez hefði þurft að skipta honum út bara eftir klukkutíma eða eitthvað og henda einn ferskum sóknarmanni í staðinn því að sko varnarmenn Kongó voru svo gjörsamlega með hann í vasanum og hann komst aldrei, Portugal átti fullt af fyrirgjöfum og hotspyrnum og slíku og hann komst valla upp í mann hvort hann náði að vinna 1 skallabolta eða eitthvað. Það var ekki meira en það sko því þeir voru bara með hann í vasanum. Og svo hreyðist hann ekkert sko, hann var ekkert að koma og opna fyrir aðra eða svona eða losa sig og koma sér í aðra stöður. Hann bara beið eftir að fá réttu sendingar þar og þær kom aldrei. En svo getum við bara, hann er ólíkindatól og hann væri vís til að skora, til að tróða ofan í okkur alla og skora þrennu í næsta leikur út Úsbekistan sko. Já, það getum við ekkert. Þetta var svona sárt að sjá þetta eitthvað. Hann var skuggina sjálfur sér. Gerði sinni ímynd engan greiða með þessu en það er svo bara allt annað mál. Hann á eins og segir, hann gæti vel átt eftir að svara fyrir sig. Já, en hvernig stóð því, það var í Evrópumótin hefði vunnum Englendingina. Já, sem Ísland vann England. Já, það var EM. Þá sko voru við 2 vetur út á Spáni og Jókonan og vorum að spila golf og stunduð Englendinga og þeir tölu bara vallum annað en þetta. Sko. Og þeir sko, þau voru hættir að vera sko fúlir. Þeir samglöggist bara. Já, það er skiljanlegt þegar að
þegar smáþjóð kemur og vinnur svona mótherja, þetta væri bara alveg eins og eða myndi gerast núna á HM að Kúratjá eða Úsbekistan eitthvað færu að vinna eitthvað á stórþjóðunum. Hvað þá að komast í 16-8 úrslit. Svoleiðis er alltaf ævintýri og það hafa lúmst allir gaman að þau, jafnvel þó að þeir séu þolendur í ósigrum á móti slíkum liðum. Já, og það er meira sem sko, þeir tölum meira sem Gumma Ben, sko. Já, hann brjálaði sjónvarpsþulurinn. Já. Nei, þannig að þeir voru ekkert þessi venjulegi Breti, eða Englendingur, hann var ekkert í fíluðu og það setja bara svolítið svona eftir á, bara sætt, sko. Já. En það er eru fámenna þjóðir sem að eiga kannski eftir að gera eitthvað gott. Já, við sáum náttúrulega bara eins og Grænhöfðaeyjar tóku stig af Spánverjum. Já. Það var markalaust jafntefli og það er búið að vera fleiri svona leikir þannig að eins og Belgar lentu í vandræðum í Egypta sem Egyptar eru reyndar engin smá þjóð í fótboltanum en samt 1-1 í þeim leik. Þannig að það er búið að vera fullt af svona og þetta er líka oft svona í fyrstu umferðinni. Það er allt í lagi að gera jafntefli í fyrstu umferð. Þú mátt helst ekki tapa í fyrstu umferð. Þú þarft að halda þér svona inni og vegna þess að liðið sem tapa í fyrstu umferð þau eru komið bækið upp í vegg núna strax í annar umferðinni sem er að byrja annað kvöld. Þá verða þau helst að vinna. Og svo verður fjandinn laus í þriðju umferðin þegar allir eru að spila að komast endanlega að komast áfram eða komast í hagstætt sæti og þriðja umferð verður oft í svona riðlakeppni verður oft svo langskemmtilegasta. En svo þegar að það er búið núna, þessi riðlar eru búnir, hvað tekur þá við? Þá tekur við útsláttarkeppnin. Þá verður búið að senda 16 neðstu liðin heim. 32 standa eftir og svo er bara spilaður útsláttur til loka. Þetta er bara einni umferð meira en þetta var. Áður var snerist að komast í 16 liða úrslit en nú er það 32 liða. Sem er 32. Og þannig að útslátturinn er bara lengst þessa einu umferðin. Við erum á allt öðru. Nú er svona smá svona deilur, en ég held samt í góðu. Hver er þjóðaríþrótt Íslendinga? Ég heyrði þessu umræði hjá honum, heyrði hennar þátt hjá honum Þorkeli vinni mínum á RÚV og það er skemmtilegt að heyra þessi sjónarhorn glímumenn að telja sig ennþá eiga þetta að þetta hafi verið samþykkt á íþróttaþingi hérna á sínu tíma og þar með bara standi það aldur og ævi að glíman sé þjóðaríþróttin. Það er svo, svo handboltinn kallaði sér þetta, niðurstaða Þorkels í þættinu var svo að það væri handbolti kalla í janúar. Það væri það skilgreinaði þannig. Það væri þjóðaríþróttin. En þetta er fyrst og einst bara svona skemmtilegt fras sem er eftir að fá út úr þessu. Minnlust. Algjörlega. En það er talandi sko hvað við eigum marga og höfum átt marga skemmtilega flotta handboltamenn. Já. Þetta er alveg bara... Íslandi komst náttúrulega bara mjög snemma inn á háan stall í alþjóða handbolta. Það eru bara í 7. til 10. sæti á fyrstu heimsmeistaramótunum bara strax 1950, eða sem á þessum fyrstu 1958 og 1964, 7. sæti þar minni mig. Og með Labba sem aðalmann, Gunnlaug Hjálmarsson. Og svo fer boltinn, rúlar hann heldur betur af stað eftir Ólympíuleikana í Los Angeles 84. Bara frá þeim tíma hefur bara verið gert tilkall til þess að Ísland sé alltaf að reyna að slást velunasæti á stórmótum sem er náttúrulega í senn bilað og magnað. Já, ég mani því að það var á sjónum og vetravertíð þegar var lýsing í útvarpi og sem leikjum þá var varla hægt að draga net það var bara maður heyrði öskrin á milli báta ég get alveg vel trúa því þetta verður svona stemming og svo náttúrulega þetta snýst náttúrulega það bara hvaða íslenska lið nær langt og handboltinn hefur gert það lang oftast í einhverjum 90% tilfella en svo sáum við hvað náttúrulega varð allt vitlaust þegar að karlalandsliðið fótbolta komst á EM og HM 2016 og 2018 þá var það náttúrulega
og kannski alveg sagt að í smá tíma hafi þjóðar íþróttin skyndilega snúist íslenska kallalandsliði fótbolta. Já. Og svo hefur kvennalandsliði fótbolta náttúrulega komist á 5 stórmót í röð og allt það. Já. Þannig að það geta margir slegið yksinni á þetta tímabundið. Já, en það kannski það líka svona minnlust. Við vitum alveg að glíman íslensk íþrótt. Já, það íslenska íþróttin og það eru góður rök á bak við það að glímar fái að halda þeim hérna þessu nafni. Já, geta verið hinn 11 mánuðina. Herðin, það eru spennandi leikir framöndan. Það er nóg að gera hjá okkur áhagamönnum knattspyrnuna. Það er bara flottir leikir núna framöndan á HM. Við erum að sjá Skotland, Marokko til dæmis. Já. Og það er stutt í Holland og Svíþjóð. Já, alveg rétt, ég var að flesta þess, já. Og það eru fleiri svona skemmtilegi leikir á næstu dögum sem að Norðmenn, þeir eiga Noreg og Senegal, það verður mjög áhugaverður leikur. Senegal er feikilega gott lið. Stóðu í frökkunum, verðu að sætta sig að tapa 3-1 sem er engin smán í því. Og það sá hluti sem sá á þeim leik, þá voru Senegal mjög sterkir eins og þau bara hafa verið í langan tíma. Þannig að Senegal-Noregur getur orðið einn af svona hápunktunum í þessari annarri umferð. Senegal verður að vinna. Norðmenn tóku þarna Írak samfærandi 4-1 og 2 mörk frá Erling Haaland sem að stimplaði sig rækilega inn. Fyrsta skipti á þessu sviði. Þannig að það getur orðið einna mest spennandi leikurinn í þessari annarri umferð. Já, heyrðu, við ég þakka þér mikið vel fyrir. Þetta er gaman þegar svona mikið að vera, en takk fyrir og við þakkum fyrir þeim sem fylgdu okkur í kvöld en rauðaborðinu þá lokið, verður